Ég í Hólmatungum einn fegursti og ljúfasti staður landsins. En líka dæmi tröllsleg átök, jökulsár, katlarnir. Við skulum svipast aðeins Í berggrunninum skiptast á lekhraunlög og þétt setlög. Grunnvatnið sígur niður eftir lekhraunlögunum ofan á þéttu setlögunum. Þar sem gljúfurvegurinn sker þessi lög, sprettur tært svalt grunnvatnið upp, eins og þessi litli gosbrunnur hér sýnir. Vatnið bunar svo í mörgum lindalækjum út í sjálfa Jökulsá. Melbugsá einna stærst þessara lækja með sínum fríða Urriðafossi. Lindár eru jafnlindastar áa, rennslið jafnt allt árið, enda teygir gróður sig niður af vatnsblettinum. En vatnið líka jafn heitt meðalhita ársins 4 gráður og því ansi svalt. En ána verður að vaða til þess að komast að nýja farveginum, að Kötlunum og Vígabjargsfossinum sem hvarf árið. Handan árinnar blasir Vígabjargið við. Það leif af hrauni, líklega frá Randarhólum og rann fyrir 8000 árum. Bjargið sérkennilega stuðlað. Stuðlar eru raun kólnunarfyrirbæri. Heitt bergið kólnar og dregst saman og springur hornrétt á kólnunarflötinn. Hraunið rann niður eftir árfarveginum og áin flæddi yfir það áður en að náða kólna. Vatni kældi efri hluta hraunsins sem sprakk í óreglulegt smástuðla kubbaberg. En vatni náði ekki til neðri hlutans sem þá sprakk í reglulega lóðrétta stuðla. Hamfarahlaup Jökulsár sópuðu síðan hraunin í burtu nema nokkrum smá flísum eins og Vígabjargi. Hér hefur Jökulsá farið mikinn upp á síðkastið. Fram til 1920 rann mestöll áin eystri farveginn og steyptist niður Vígabjargsfossinn. Aðeins smá læna rann vestari farveginn þar sem Jökulsá nú. Á nokkrum áratugum gróf áin sér nýjan farveg Katlana svo fossinn hvarf. Nú aðeins bergvatn í fossinum eins og sést, nema þegar mikið í ánni, þá kemur smá gusa niður hann. Það ótrúlegt að horfa upp eftir þessum farvegi og hugsa sér að fyrir 60 árum rann hér nánast ekkert vatn. Að jökla hafi síðan grafið þennan farveg, þótt röngur sé. Að vísu bergið heldur lélegt, harðnaður jökulruðningur. Ekki heillandi að horfa á nokkur 100 tonna vatni byltast niður þessa bunu á sekúndu hverju. Það hálf óhugnanlegt að vera hér á blábrúninni og heyra beljandan í ánni og finna bergið titra undir fótum sér. Og það ekki heldur hættulaust með öllu því að jöklagamla ennþá að. Víða sjálf sprungur í börmunum og stórar fyllur falla stundum niður í ána. Það betra að fara varlega á þessum slóðum. Nú, hér í Hólmatungunum margt fleira að sjá, en okkur ekki til setuna boðið. Við ætlum að ganga sérlega skemmtilega stíkaða gönguleið niður í Vesturdal.
Hér er okkar fyrsti áfangastaður við Lindána Hólmsá sem fossar hér niður stallana. Hér ofan við rennur áin einstaklega fallegt skóglendi. Og nú erum við rétt það bil hálfnuð á þessari gönguleið okkar úr Hólmatungum niður í Vesturdal og erum hér stödd á sérkennilegum stað við Gloppuhelli. Nú Gloppuhellir er raunar leif af fornri eldstöð sem gaus hér fyrir 8000 árum eins og raunar fleiri eldstöða hér slóðir. Hamfarahlaup Jökulsár skoluðu síðan eldstöðina mestu leyti í burtu og skildu eftir þetta stórgrýti hér niðri. Hér má sjá hleðslur eftir fornan stekk inn í hellinum. Og þarna er Ari að skríða upp Gloppuna. Handan Jökulsár er óvenju fallegt stórstuðla hraunlag með reglulegum sexstrendum stuðlum. Svona stuðlaberg er raunar víða hér slóðir. Já, við erum nú komin langleiðin á þessari gönguleið okkar í Vesturdal. Að baki sést gígaröðin sem Gloppuhellir er í, en við erum komin hér upp á Kallbjarg. Hér er djúpt niður að ánni og aðeins 80 metrar á milli bjarga. Handan árinnar er annað Kallbjarg og hér stóðu menn fyrrum og kölluðust á skilaboð yfir ána. Fyrir nokkrum áratugum var hér kláfur yfir ána að vísu aðeins til vöruflutninga. Framundan sjást karl og kerling, en áður en þangað skal haldið ætlum við að líta niður að ánni, þar sem að hún beljar fram af miklum krafti. Rífur björgin og tekur á sig stóra hlykki. Við Ari gátum nú ekki stillt okkur að bregða svolítið út af gönguleiðinni og skreppa hérna niður fyrir Kallbjargið. Og á bakvið mig má sjá dæmi hina sívirku landmótun. Þar hefur stór spildar hrunið úr bjarginu alveg nýverið. Bergið er að vísu ekki traust, þarna er jökulrauningur og hraunlaug, en engu að síður er hér vel að verki staðið. Hér beljar áin fram með drílum og boðaföllum og nauðar á berginu. Í bugðunni virðist vatnið streyma í allar áttir. Uppi á grjótheirinni eru stórir ávalir hnullungar sem áin hefur borið fram í flóði. Þarna við ána eru drangar tveir, karl og kerling. Nátttröll sem dagað uppi segir þjóðtrúin, en jarðfræðin telur þau leifara einu hraunanna sem hamfarahlaup Jökulsár skildu eftir ferðamönnum til aðdáunar. En hvort skildi nú vera karlinn og hvort kerlingin. Og hér erum við rétt hjá tjaldstæðinni Vesturdal og aðeins síðasti spölurinn eftir.
Vesturdalur er einn hinna fornu þurru hlaupfarvega Jökulsár. Ofan við Vesturdal er eyjan, einn stærsta leif hraunanna sem runnu eftir Jökulsárgljúfrum fyrir 8000 árum síðan. Vesturdalur er eitt fegursta tjaldstæði á Íslandi. Hér má sjá hvernig frostið hefur mynstra bergið á einstaklega skemmtilegan hátt. Rigningin lemur vatnið inn í örsmáar holu bergsins, síðan frýs vatnið og þenst út og mylur bergið niður. Þar sem mikið er holu verða til svona lautir en kambar þar sem að bergið er þéttara.